Pétur og úlfurinn. Nú ætla ég að segja ykkur sögu. Það var einu sinni, þetta er saga sem hljóðfærin segja og eins og alla sögur eru sögupersónur og sérhver sögupersóna er túlkuð af hljóðfæri í hljómsveitinni. Til þess að þið getið þekkt sögupersonar í hvers skipti sem þar koma fram, ætla ég að biðja hljóðfærin að lofa ykkur að heyra. Fyrst er það fuglinn. Hann er leikinn á flautunni. Öndina leikur óbó. Hlustið á hana Gagga. Köttin leikur klarinettið. Afan, sem er mjög alvarlegur og strangur, leikur fagottið. Úlfinn leika 3 horn. Hérna kemur hann. Pétur litli, söguhetjan okkar, er svo mikilvægur að hann hefur sitt eigið lag, leikjaðu öllum strókhljóðfærunum í hljómsveitinni. Meira að segja riffilskot veiðimanna hefur sitt eigið lag sem leikið er á trommur. Þannig getið þið nú aðgreint hvert hljóðfæri meðan á sögunni stendur. Ímyndið ykkur nú umhverfið. Hús í stórum garði og girðing umhverfiðs. Út á enginu er stórt tré á tjörn. Ekki langt í burtu er dimmur skógur. Það var einu sinni snemma morguns að Pétur opnaði hliðið og hélt út á stóra græna engið. Lítill fugl satt á grein upp í stóru tré. Fuglinn var vinur Péturs. Hér ríkir kyrrð, söng fuglinn glaðlega.
Í sama bili kom önd vaggandi. Hún var fegin að Pétur hafði ekki lokað hliðinu og ákvað að fara að synda á djúputjörninni út á enginu. Þegar litli fuglinn sá öndina, flaug hann niður úr trénu og settist hjá henni og yppti öxlum. Hvers konar fugl ert þú sem getur ekki flogið? Sagði hann. Þá svaraði öndin. Kvak, kvak, kvak. Hvers konar fugl ert þú sem getur ekki synt? Og steypti sér út í tjörnina. Þeir þrættu þetta lengi, öndin syndandi á tjörninni og fuglinn hoppandi eftir bakkanum. Allt í einu sá Pétur hvar köttur nálgaðist. Hann læddist vallega í grasinu. Kötturinn hugsaði með sér. Fuglinn hefur allan hugan við að þræta við öndina og nú skal ég grípa hann. Hann læddist vallega í áttina til fuglsins á mjúkum þófonu sínum. Gættu þín, kallaði Pétur og fuglinn flaug samstundis upp í tréð. En öndin gaggaði reiðilega að kettinum úr miðri tjörninni. Kötturinn gekk í kringum tréð og hugsaði með sjálfan sér. Borgar það sig fyrir mig að klifra svona hátt? Þegar ég er loksins komin upp, er fuglinn löngu floginn. Afi kom út. Hann var reiður vegna þess að Pétur hafði farið út á engið. Það er hættulegt. Hvað myndið þú gera ef Úlfur kæmi allt í einu út úr skóginum, ha?
Pétur skeytti engu orðum afa síns. Drengir eins og Pétur ekki hræddir við úlfa. En afi tók í höndin á Pétri, lokaði hliðinu og leiddi hann heim. Pétur var ekki fyrr farinn en stór, grár úlfur kom út úr skóginum. Kötturinn klifraði eins og örskot upp í tréð. Öndin gaggaði og í geðshræringu sinni hoppaði hún upp úr tjörninni. Hvernig sem öndin reyndi að hraða sér, þá komst hún ekki undan úlfunum. Hann kom nær og nær og nær og nær og nær, þangað til að ná henni. Og gleypti hana í einu bita. Þannig stóðu því leikar. Kötturinn satt á einni grein, fuglinn á annarri. Þó ekki of nálægt kettinum.
Úlfurinn æddi hringinn í kringu tréð og horfði á þá gráðugum augum. Á meðan þessu fór fram stóð Pétur óhræddur á bak við læsta hliðið og fylgdist með öllu. Hann hljóp heim, náði í sterkan kaðal og klifraði upp á háan steinvegginn. Ein greinin á háa trénu sem úlfurinn gekk í kringum náði inn yfir vegginn. Pétur náði taki á greininni. Og klifraði svo fimlega upp tréð. Pétur sagði við fuglinn: "Farðu niður og fljúðu í kringum höfuð á úlfinum en gættist bara að ná þér ekki." Fuglinn snerti nærri höfuð úlfsins og úlfurinn reyndi svo hann gat að hremma fuglinn. Mikið gerði fuglinn úlfinum gramt í geði. Hvaða langaði að hremma hann. En fuglinn var kænni og úlfurinn gat ekki náð honum. Á meðan bjó Pétur til snöru á kaðlinum og renndi honum varlega niður. Snaran festist skott úlfsins og Pétur togaði í af öllu afli. Þegar úlfurinn fann að hann var fastur, þá barðist hann á hæl og hnakka til að losa sig. Innan á kaðlinum og snaran var því fastar skott úlfsins því meira sem hann barðist .
En einmitt þá komu veiðimenn út úr skóginum. Þeir höfðu rakið slóð úlfsins og hleypti af skoti við og við. Pétur sat upp í trénu og hrópaði: Skjótið ekki, litli fuglinn og ég höfum náð úlfinum. Hjálpa okkur nú að fara með hann í dýragarðinn. Og svo hugsið ykkur hina tígulegu skrúðgöngu. Pétur í broddi fylkingar, og eftir honum komu veiðimennirnir með úlfinn. Og síðastir afi og kötturinn. Afi hnykkti til höfðinu með ólund og sagði: Hvernig hefði farið ef Pétur hefði ekki veitt úlfinn? Já, hvað þá?
Yfir höfðum þeirra söng fuglinn glaðlega. Við erum sannarlega hugaðir, Pétur og ég, sjáu þið bara hvað við höfum veitt. Og ef vel var hlustað, mátti heyra öndina gagga inn í úlfinum, því í flýtunum hafði úlfurinn gleypt hana lifandi.